Uppsjávarveiðar gegna mikilvægu hlutverki í rekstri fjölmargra sjávarútvegsfyrirtækja og síðast en ekki síst gegna veiðar og vinnsla mikilvægu hlutverki í atvinnulífi margra byggðarlaga. Uppsjávarflotinn öflugur, þetta á bæði við skipin sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni og skipin sem vinna aflann borð. Í þessu myndbandi kynnumst við störfum vélstjóra á Berki NK en skipið sér landvinnslunni fyrir hráefni og þá kynnumst við starfi batermanns á vinnsluskipinu Vilhelm Þorsteinsyni EA og einnig vinnslustjóra, en við hefjum leikinn á Berki, vélstjórarnir þar eru tveir. Við erum náttúrulega að sinna hér vélgæslu og viðhaldi og eftirliti með öllum vélbúnaði skipsins og svo erum við náttúrulega að snúast í kringum meðhöndlun og afla, kæla hann og sjá til að hann haldi sem bestum gæðum. Við erum með tæplega 6.000 hestafla aðalvél, svo erum við 2 ljósveilar, önnur þeirra eru 1900 kW og hinn milli 500 og 600 kW og svo getum við notað stóru ljósveilarna sem hjálpar afl út af skrúfu eða vantar og við getum líka siglt á henni, notað þá rafalinn sem við aðalvélina sem mótor og kúpla aðalvélinni frá skrúfu og siglt á ljósveilinni. Ykkar starf niðri í vélinni, það að stórum hluta eftirlitsstarf? Já, það það svona stærstu hluta og síðan erum við náttúrulega að sinna ákveðnum viðhaldsverkum líka eins og bara við höfum tök á. Þannig að það töluvert í því líka en mest tími fer í velgæslu og kæling og afla og snúningi kringu lestar og svoleiðis. Þannig að hér getum við fylgst með flest öll í skipinu og stýrt sömu hlutum líka eins og dælingum úr og í lestum, sjó í lestar og kælikerfi og svona getum stjórnað hérna og vélarúmi. Vélstjórar sjá meðal annars að panta ýmsa aukahluti. Jóhann Pétur segir mikilvægt að vel sé hugsað vélskipsins. Það náttúrulega bara mjög mikilvægt. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að vélbúnaðurinn sé í fullkomnu lagi þannig að hann sé eins hagkvæmur hann getur verið og líka gagnvart rekstraröryggi skipsins þannig að ef að skipið viðhaldið ekki sinnt eðlilega þá náttúrulega verður skipið rekstraröryggi ekki mikið og þannig kemur niður á tekjunum þannig að það náttúrulega fyrir best að halda þessu sem í góðu lagi. Þetta líkamlega erfið vinna að vera vélstjóri? Nei, yfirleitt ekki. Það getum við þurft að taka og ég meina þetta allt stóri hlutir oft sem við erum að geta verið að glíma við sko en nei, yfirleitt það nú ekki. Menn eru náttúrulega þá notað hjálpartæki en það svona töluverð hreyfing á okkur hérna. Þetta hérna svona mörg svæði sem við förum í skipinu. Þannig að hérna það töluverð hreyfing á okkur sem bara hollt. Kostir og gallar að vera vélstjóri? Já, þetta myndi ég segja ágætis starf sko. Það hérna gott starfsumhverfi, góðir vinnufélagar og góðir vinnuveitendur. Og hérna, en auðvitað, það náttúrulega öll störf hafa sína kosti og galla. Ég meina, auðvitað geta verið kostur, ég meina það eru töluverðar fjarverur að heiman, það getur verið ókostur skilur sko. En móti erum við náttúrulega með gott skiptikerfi, við eigum góð frí heima á milli og þetta náttúrulega orðið mjög mikil breyting frá þeim að byrja að sjó með allir þessi nútíma fjarskiptatækni að núna eru menn alltaf tengdir, geta alltaf haft samband heim og þannig að það töluverður munur á því. Við kveðjum nú Börk og heimsækjum næst fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn eru hátt 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn, takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Það eins gott að fiskvinnsluvélarnar borð séu í lagi. Svo kallaðir batermenn gegna þess vegna mikilvægu hlutverki en þeir sjá vélarnar. Á þessu skipi eru 2 batermenn. Í vinnslu þá höfum við baklandvélstjórana hérna. Ég einn á vakt sem batermaður og svo ef eitthvað bilar mikið þá kallar maður á vélstjóra og ef það bilar ennþá meira þá ræsi ég hinn batermannin. Þannig að þetta þarf allt saman að snúast hérna? Já. Þetta þarf að snúast. Þetta ein keðja hérna borð að allir jafn mikilvægir. Einn hlekkur bilar, þá stoppar allt.
Og bandirmaðurinn leggur áherslu á mikilvægi þess að allir vinni saman. Það bara mjög mikilvægt. Það bara aðalmálið að allir vinni saman og hópurinn sé góður og annars gengur þetta ekki. Þetta á stundum stressandi starf? Já, það getur verið það. Ef það bilar mikið, þá verður maður stressaður. Vinnslustjórinn í grunninn háseti, en hann sér líka að taka ýmis sýni. Vinnslustjórinn sér líka skýrslugerð og þarf þess vegna að vera í góðum tengslum við skrifstofu útgerðarinnar, svo sem söludeild. Við tökum gæðaprufur úr fiskinum og fylgjumst grannt með gæðamálum í rauninni afurðarinnar frá því hún kemur borð og frá því þangað til hún fer frá okkur. Og þurfum að taka sem sagt stærðarmælingar og gæðaprufur og svo náttúrulega bætast þínar ýmsu mælingar við eftir í hvað þú ert að veiða. Við getum verið að taka fitumælingar, hrognamælingar í loðnu, átumælingar í makríl til dæmis. Það er svona og sitt líf þegar hverju. Fer svolítið eftir í hvað við erum að gera. Vinnslustjórinn segist þó líta svo á að allir borð séu gæðastjórar. Ef við skilum frá okkur lélegur hráefni þá náttúrulega bara segir þessi sjálft að þá fær Vilhelm Þorsteinsson á sig bara ljótan stimpil sko. Og menn eru mjög meðvitaðir það að hámarka gæði þess sem við erum að vinna sko. Og vinnslustjórinn hvetur ungt fólk til þess að huga að sjómennsku með tilliti til framtíðarstarfa. Sjálfur getur hann ekki hugsað sér hefðbundna 8 til 5 vinnu í landi. Þetta kannski hentar ekki öllum en þú veist ekki nema að pröfa það. Og það finnst mér vöntun á nýliðun í þessari stétt. Þannig að það bara hvetja fólk til að stráka og stelpur til þess að allavega pröfa, þá sjáðu hvort þetta sé eitthvað sem hentar þeim. Þetta hentar eins og ég segi, fjarveran frá fjölskyldinu hentar ekki öllum. En þess á móti að þegar þú ert heima, þá ertu heima allan daginn. Þá ertu í fríi allan tímann. Þetta hefur allt sína kosti og galla.